þátt í þessu samtali sem án efa á eftir að verða kröftug viðbót við starf golfhreyfingarinnar. En að svo sögðu þakka ég fyrir mig og bara óska ykkur góðra skemmtunar og hlakka til að verja tímanum með ykkur hérna í framhaldinu. Takk fyrir það, Haukur. Sterk inngangsorð og ég ætla að láta alla þáttakendur vita og hjartanlega velkomin þeir sem voru að koma inn að við vorum að setja á upptöku. Þannig að við gleymum því ekki. Þannig að við eigum þetta og þessi erindi og ég vil endilega hvetja ykkur líka þá til að deila með ykkar fólki og svona, já, þeir eru bara orðnir áhrifavaldar í allri merkingu þess orðs. En sjáum til, þetta sem sagt vegferðin okkar, mér langar aðeins að kynna fyrir ykkur hérna hvað við ætlum að ræða í dag. Það skiptir máli að við byrjum aðeins á réttum enda og ég ætla líka að hvetja ykkur til að rétta upp hönd í þessu tæki sem við höfum og kunnum öll orðið á, þannig að endilega annarkvort að bara tala og það er kannski ekki fallegt alltaf að grípa fram í en svona aðeins að gefa til kynna að þið viljið koma að staði eða senda hérna skilaboð í gegnum chatið, spjallrásina eða þá rétt upp hönd. En við ætlum semst að ræða það uppafið og svo hvað sjálfbærni. Við erum búin að fá helstu sérfræðingar landsins til að vinna þetta með okkur frá upphafi og erum búin að vera marga mánuði að draga þessa vinnu saman. Og svo hvernig að vinna með heimsmarkmiðin á golfvellinum og allt sem þú gerir hefur enn áhrif og Eva Magnúsdóttir ætlar að kenna okkur aðeins það. Þetta fólki sem hefur undanfarna mánuði verið að vinna að þessu markvisst. Edvin Róald, þarf alltaf að kynna hann inn í þennan hóp, golfvallarhönnur og með Carbon Par verkefnið. Gunnar Sveinn Magnússon gengið til liðs við okkur í þessu verkefni. Hann hjá Ernst & Young núna, áður Íslandsbanki og Alþjóðabankinn, okkar helsti sérfræðingur. Sigríður Auður Arnarsdóttir, ráðuneytisstjóri í umhverfisráðuneytinu. Hún nýbyrjuð í golfi eða svona nokkur ár síðan en hún alveg orðið forfallin og Gunnar Sveinn hann í GR. Svo það þá ég starfa hjá Marel og þar unnið mjög markvisst með heimsmarkmiðin og þar hef ég kannski lært hvernig svona auðvelt að yfirfæra og mikilvægt ekki síður. Ég sit í stjórn GSI og verkefnastjóri hér. Eva Magnúsdóttir líka hér á línunni og þið kynnist henni á eftir. Hún ráðgjafi hjá Podium og hefur unnið með sveitarfélögum og fyrirtækjum í þessum málum og Þorsteinn Guðjónsson sömuleiðis að vinna með heimsmarkmiðin hjá Iceland Travel og ætlar að vera með okkur í öllum vinnustofunum og búin að vera undirbúa með okkur. Þannig að bara rétt aðeins til að leiða ykkur inn í hvaðan maður að koma og af hverju mér finnst mikilvægt bara og ég var svo þakklátt náttúrulega stjórn var tilbúin að taka undir það að þetta væri mikilvægt. Því að ég búin að vera lengi tengd golfhreyfingunni, örugglega 20 ár, þó ég hef ekki spilað jafn lengi sjálf, en þá fór maður strax að finna bara hvað, ég meina, þetta var alltaf gríðarlega karllægt sport þegar ég kem inn og í kringum þetta. Þannig ég fer strax að huga því að vinna með stelpunum. Það var Birgileifur sem að tengi mig við Ólafíu Þórunni og þá fer ég bara að finna það svona að ég geti bara lagt eitthvað að mörkum og aðstoða þar og svo fer þetta að vinda svona upp á sig, þú veist, jafnréttið innan golfsins, ég stend á bakvið eða kem að Anniku Sörenstam, að hún komi til landsins og svo heyrir Haukur Örn í mér og hvort ég hafa komin í stjórnina og þar miðlamálin, þar náttúrulega skiptir máli að stelpurnar, að sé rætt líka stelpurnar í sportinu og svo náttúrulega bara víkka maður og fann að hugsa náttúrulega miklu fleiri þætti í dag. En það svona mín aðkoma inn í þetta og mér finnst sannarlega verk að vinna ennþá hjá okkur þó við séum að gera sumt alveg frábærlega og klúbbarnir þetta mjög framalega í allri vinnu í kringum umhverfisverndina að það margir þættir í heimsmarkmiðunum sem að við getum öll sannarlega tekið til okkar að byrja að vinna enn betur með og markvissara og kannski verið samrýmt öll landsbyggðin líka með. En ég hef verið í stjórninni frá 2017 og var með útgáfu og útbreiðslumálin frá 2019 og þá formaður markas- og kynningarnefndar eins og við heitum þá í dag. Þetta þó ekki markas- og kynningarmál, þessi heimsmarkmið, svo ég segi það þá líka í leiðinni. En ég tengi ykkur við Marel hér því að þarna heimsmarkmiðin okkar, númer 2, 9 og 12. Og ég get lofað ykkur því að þegar maður fer að vinna markvisst með þetta, þá dýpkar maður skilning sína á næru umhverfinu til muna. Og setur oft svona meiri þyngd í málin. En þetta sem sagt hugsað fyrir golfhreyfinguna sem svo að þetta verði þá fjölþætt verkefni og á vegum markas- og kynningarnefndar að því leiðin til að við erum tilbúin að draga vagninn og það þarf að lokum að búa til alls konar gögn og það þarf að kynna og það þarf að segja frá og fræða og draga fram ýmislegt. En tilgangur og markmið
fyrst og fremst að við sköpum þennan vettvang, þannig að þess vegna erum við þakklátt ykkur að vera mætt. Þetta bara fyrsta skrefið á vettvangnum sem við erum að tala um. Við ætlum að koma á það með tillögur að þróun og samstarfi sem styður við sjálfbæra þróun og markmiðið mikilvægt innlegg. Við erum ekkert að efast það. En þetta fyrir þá sem að þekkja ekki heimsmarkmiðin sem ég held að séu fleiri en færri og þess vegna eru engar spurningar asnalegar eða einhver ummæli eða annað eins hér á línu. Ég vil bara hvetja ykkur til að koma með þær, það eru örugglega fleiri að hugsa að þetta þá hugsað til 2030 hjá Sameinuðu þjóðunum. Þannig að við erum þá í raun og veru að leggja upp í þá vegferð með því að hefja þessa vinnu. En forgangsröðunin og svona þessi markvissa markmiðasetning og eftirfylgni og mæling, hún kannski það sem mun skipta máli að lokum, að við höfum eitthvað haldbært til að vinna með. Þannig að við séum að formlega setja góð í samfélagið okkar í tengslu við sjálfbærnina. Þannig að við getum virkjað okkur innan á hreyfingunni, fengið hugmyndir á hinum og sett í ferli og aukið samtalið við stjórnir og starfsmenn og nærumhverfi sameiginlega. Þannig verðum við bara hreyfiafl og þið þekkið þetta, ég meina það eru heilu bæjarfélögin að taka upp markvissa vinnu í kringum heimsmarkmiðin. Danmörk, mig langar aðeins áður en ég gef yfir á fyrirlesarana að segja ykkur frá því að þegar ég fór á stúfana þá fannst mér einmitt, ég komst að bara golfhreyfingin bæði í Evrópu og heimsvísu ekki mikið byrjuð að vinna í kringum heimsmarkmiðin. Það þekkið allir og vita af þeim en ekki á markvissan máta. Danmörk, hann heitir Torben okkur sem að sýndi þessu áhuga, fór að vinna með þetta 2017, Torben Kastrup og hann byrjaði hjá Roskilde Golfklub að vinna þetta og svona framlengdi hann og bauð öllum að koma að, svona svipað að við erum að gera núna, það allir velkomnir inn í vinnuna. En þeir tóku svo heildræna nálgun 2018 og völdu öll markmiðin og gáfu út forgangsröðun og annað eins sem að þeir eru að vinna með og maður hefði getað ætlað að við getum bara tekið og kópíera það, afrita bara í einu en ég bara alls ekki á því. Við munum örugglega raða þessu öðruvísu upp en Danirnir og þess vegna mikilvægt að við séum sjálf að hafa þetta að segja. Þó að við getum vissulega gefið hugmyndir. Hér eru til dæmis hugmyndirnar sem að þeir tóku á, þeir völdu í megin þemað eiturefni og áburður, það kannski ekki alveg að koma óvart. Þetta það sem að kannski helst verið að vinna með í dag. CO2 losun véla og samgöngutækja, kynjajafnrétti í nefndum og stjórnum og gagnsæi. Og Torben sagði einmitt að eitt mikilvægasta markmið, númer 17, væri ekki síður mikilvægt en það partnerships for the goals. Þannig að við núna í samtalinu, við erum með fulltrúa af öllu landinu og öllum helstu klúbbum landsins og vissulega hefði verið gaman að hafa alveg 60 og pluss á þessari vinnustofu bara þannig að maður sæi að það myndi allir vilja að heyra út af hvað þetta gengur en við bara tökum það á okkur að fjölga og smita út frá okkur. Þeir segja sem dæmi skammtímamarkmið að auka líffræðilegan fjölbreytileika á völlunum með gróðursetningu trjáa, blóma, runna, þetta biodiversity og svo flokkun og úrræði til endurbóta. Allt hljómar þetta einfalt en eins og við vitum það þarf að setja þetta í ferli og hafa þetta markvisst og hafa mælanleg markmið í kringu það og tímasetja. Og svo það náttúrulega langtímamarkmið, nýting sólarorku með sólarsellum. Þannig að við getum verið á heimsmælikvarði að leiða ýmislegt héðan frá Íslandi. Þannig að þau tóku 3 flokka og settu þetta svona upp með mjög líkleg tækifæri til umbóta, frekar líkleg tækifæri til umbóta og ólíklegri tækifæri til umbóta. Og þetta munum við fara í á næstu vinnustofu hjá okkur. Hvað heppilegast fyrir okkur? Og mér langaði að segja þú veist, maður búin að vera að hugsa þetta í sínum klúbbi og Nesklúbburinn einn af þessum 4 sem hefur fengið vottun, umhverfisvottunina og samt, þú veist, ég hugsaði strax strandlengjan á hreinsunardeginum, af hverju tökum við ekki og hjálpum bænum bara í að hreinsa enn frekar alla strandlengjuna og tökum hafið inn í þetta fátæktin, af hverju stjórn ekki bara með yfirlýst markmið og gefið það út að öll börn fái að æfa sem hafi ekki efni á því, þau fá að koma inn í golfhreyfinguna. Jafnréttið, af hverju ekki bara gefið út, þá velum maður bara öðruvísi og ræður öðruvísi inn að það eigi að vera ákveðið jafnrétti í gangi og svo framvegis. Þannig að fyrir utan sólina og vindin og rafmagnið og allt það. En Bjarni segir okkur kannski betur frá því hvernig hann vinnur þetta. Vegvísirinn, hann lítur svona út. Stefna GSI, hún nær til 2027 en heimsmarkmið til 2030. Við hins vegar erum núna í fyrsta fasanum að undirbúa og kynna og fræða
og útbúa verkefnaplönin. Svo ætlum við að smyrja þekkingunni yfir og við tökum okkur 2 ár í að undirbúa, kynna, fræða og byrja svona í þekkingar yfirfærslunni og verkefnatengingunni og svo þarf alltaf að mæla, endurmeta og aðlaga hvert sinn. Þannig að þess vegna segi ég að það er ekkert of seint fyrir einn að koma inn í samtalið. Þetta er ákveðin vegferð. Og örsnöggt tímalínan eins og hún lítur út og mér finnst mikilvægt kannski að segja ykkur frá því að ástæða þessarar tímasetningar hér er sú að við ætlum að hafa þetta formannafundi. Þannig að ef einhver talar að við séum komin inn í golfsumarið þá er það vissulega rétt og hefði verið heppilegra fyrr og allt það, en það bara hreinlega var alltaf verið að endurmeta þetta með tilliti formannafundar og betra að halda þetta núna en í haust. Því í haust, hérna sjáum við ætlum að vera búið með þessar vinnustofur og við ætlum að kynna ákveðna stefnu á golfþingi og halda samtalinu áfram þaðan. Og að því sögðu þá bara hef ég rými fyrir spurningar eða vangaveltur ef einhverjar eru á þessum tímapunkti. En annars þá ætla ég bara að gefa boltan yfir á hann Gunnar Svein sem er á línunni. Gunnar Sveinn Magnússon, mikill sérfræðingur og mér finnst við ótrúlega heppin að hafa náð honum. Hann tók strax vel í þetta. Hann alltaf forfallin golfari líka, þannig að ég hjálpaði til og ekki verra að hafa einn innan úr hreyfingunni, eiginlega svolítið mikilvægt. Þannig að Gunnar, yfir til þín. Þú kannski kynnir þið lítillega einmitt fyrir fólkinu líka. Takk fyrir það, gaman að vera með ykkur og ætla að fá að henda upp smá glæru sjó. Hvort að ég taki við, Hulda, getur þú slökkt á þínu? Já, fyrirgefðu. Svona. Já. Það er að finna réttu kynninguna, sko. Já. Kemur þetta ekki upp hérna? Allt að gerast, jú, komið. Besta mál. Heyrðu, þá bara vindu okkur í það. Gaman að vera með ykkur. Ég ætla að tala við ykkur sko, hvað þessi sjálfbærni þýðir og heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Og ég ætla að leggja áherslu á hvernig tengist þetta rekstri fyrirtæki og stofnana. Hvað, já. Og ég sem vinn hjá EY á Íslandi, Ernst & Young, kannski margir þekkja frekar þannig. Og ef við förum aðeins bara byrjum að kynna mig, að maður getur náttúrulega ekki látið tækifæri hjá liðina en að monta þess aðeins, en ég fór hol í höggi fyrra í meistaramótinu og eins og Hulda sagði, ef maður var orðinn háður golfi eða golffíkill áður þá hjálpaði þetta ekki til en bara æðislegt að ná því takmarki og ég vissum að þau eitthvað sem hafa orðið svo heppinn að lendi því að þið gleymið því aldrei. En þetta var sem þetta þriðju hólunni í Korpunni á þriðja degi í meistaramótinu. Slóð þetta með 4 hybrid, fallegum boga, smá dró, letti réttir fram að grínið, rúllaði 5 metra og beint honi og var bara ólýsanlegt. En kannski nóg það að ég er búinn að vera í þessum sjálfbærni hugleiðingum og bransa í býsna mörg ár og þetta reketa, má segja, þegar byrjaði var hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum í Washington og þá sko vorum við að vinna mikið í því að hjálpa löndum og stofnunum með að bæta efnahagsástandið og þegar heimsmarkmiðin koma 2015 þá var IMF frekar skeptískur á þetta. Það var ekki allir samfærður að þetta væri eitthvað sem myndi endast og það var til dæmis búið að reyna áður Sameinuðu þjóðirnar eitthvað sem hétu þúsaldarmarkmið, Millennium Goals, sem eitthvað gæti að við heystu þetta. Það fór ekkert mjög hátt og eitthvað veginn já, og menn hefði ekki alveg trú á þessu. Nema hvað að Christine Lagarde sem var þá framkvæmdastjórinn, hún þegar þessi markmið voru komin í loftið og stofnanir bara að tala þetta við fyrirtæki og lönd og þá bara barði hún í borðið og sagði, þetta gengur ekki, við erum ekki hluti af samræðum, við erum fáum ekki boð á fundina, ég er ekki að fá fundi með forsetum, nágranni okkar sem er Alþjóðabankinn, hann var náttúrulega búinn að taka þessi heimsmarkmið alveg og setja þau í front center og
þannig að við settum vinnu í þetta og það sem mér fannst áhugavert þar var að þá opnuðust fullt af dyrum fyrir okkur. Við fundum miklu fleiri svona snertifleti í okkar vinnu. Hvað við önnur ríki, við aðra aðila með áður tala við og stofnanir og fleira. Þannig að þegar ég kem svo heim til Íslands og fyrir að vinna á Íslandsbanka 2017, þá upplifði ég svolítið svipa með Birna Einars sem ég var að vinna með þar að Íslandsbanki hafði svona fram að því verið banki sem var virkur í samfélagslegri ábyrgð. Það maraþon, það var alls konar verkefni fyrir starfsfólk, við svona að styðja við góðgerðarfélög og dugleg jafnréttismálunum og bara margt mjög jákvætt í gangi í Íslandsbanka. En það sem var kannski maður fann að þetta var alltaf til hliðar við reksturinn. Þetta var aldrei svona, þú varst bara í vinnunni og svo kannski tókstu svona eitthvað sjálfbærni eða heimsmarkmið til hliðar. Og hún vildi breyta þessu og ekki ósvipa og Lagarde, bara barði í borðið og segja nú þarf að gera eitthvað. Og ég fekk verkefni við það að samþætta þetta inn í grunnstarfsemi bankans og vann ötulega því í nokkur ár og við fórum úr því að vera svona með þetta bara svona nice to have því að bara must have í okkar business model og ég ætla að sýna ykkur aðeins betur það eftir. En svona út frá þeirri reynslu þá færði ég mig til í starfi og fór að vinna núna byrjun þess árs hjá Ernst & Young á Íslandi og að leiða sjálfbærni uppbyggingu þar og þar erum við að setja ráðleggja fyrirtækjum hvernig þau geta orðið sjálfbær og tekið inn í reksturinn sinn og þess að það. En við byrjum aðeins á aðeins á big picture, hvað í húfi og held að kannski sum ykkar eru fylgjast með, aðrir ekki og kannski þetta tengist en það tengist okkur öll og ágætis áminning það að 2019 þá var þessi minnisvarði settur upp jökulinn Ok sem er fyrsti nafnkunni jökullinn til að hverfa og þau eitthvað sem að fylgjast með fréttunum þið sjáu að nú hefur verið að tala býsna oft þetta sérstaklega á RÚV hefur við tekið eftir og menn hafa gríðarlegar áhyggjur af til dæmis jöklum að þetta er að gerast miklu hraðar en menn héldu. Þannig að eins og við Íslendingar erum stolt af okkar umhverfi og náttúru og jöklunum sem dæmi að þetta er gríðarlegt áhyggjuefni að loftslagsbreytingar þetta sé núna alveg óumdeilanlegt að þetta er að hafa áhrif og við sjáum það bara í mælingum vísindamanna á jöklum og maður vonar svo sannarlega að það þurfi ekki fleiri svona platta til þess að fólk fara að grípa til aðgerða en þetta er svona svolítið sorglegt og þetta er mjög sorglegt. Hérna er hann Paul Polman og ég ætla, hann er við smá myndband hérna á bakvið en ég held svona í ljósi tímans þá ætla ég ekki að sýna og ég lendi alltaf líka í einhverjum tæknivesinni hérna á Teams en basically í grunni það sem að Paul Polman er að segja, hann var forstjóri í Unilever og þau eitthvað sem eru í business kannist örugglega ágætlega það. Þetta er svona fyrirtæki eitt af stærst í heimi á sviði consumer goods og framleiðir allt frá matvöru yfir í heilsuvöru yfir í snyrtivörur og fleira. Og hann tók sem þetta fyrirtækinu og framan af var hann ekki mikið að spá í þessum málum. En svo fór hann að sjá, tækifæri sem voru að myndast í kringum að setja sjálfbærni inn í rekstur, að fara að hugsa virðiskeðjuna sína, að fara að horfa til þáttar eins og umhverfismála, jafnréttismála og að vera með góða stjórnarhætti. Og í kjölfari breyttist þetta risa fyrirtæki í Unilever í að verða bara leiðandi á þessu sviði og hefur vaxið gríðarlega síðan. Og hann til dæmis, hann hættur núna sem forstjóri en hann svona arfleið hefur haldið áfram og hann er núna með svona hugveitu sem heitir Imagine og þar heldur hann áfram og hans hlutverk í lífinu núna er bara hitta business leaders, hitta fólk sem er á kafi í að búa til góða business en kenna þeim hvernig á að gera þetta að nýta þessi tækifæri sem að fylgja því að verða sjálfbær. En ef við förum í skilgreiningar, hvað er sjálfbær þróun og
að þetta sko Brundtland kynningin, Brundtland var Gro Harlem Brundtland var forsætisráðherra Noregs og hún var svona mjög virk á sviði Sameinuðu þjóðanna og þessi svona skilgreining hefur svona verið svona tileinkuð henni að þetta snýst í rauninni í grunninn bara það að mæta þörfum okkar í dag án þess að vera skerða möguleika framtíðar kynslóða. Þannig að við séum að hafa sinna því sem þarf að sinna í dag en við séum ekki að brenna upp auðlindir fyrir börnin og barnabörnin okkar. Og það sem að mér finnst nefnilega svolítið gott að lesa bókina hans Andra Snæs, ég veit ekki hvort sumir grafa ég að lesi hana, en alveg frábær bók. Og það svo áhugavert þar hvernig hann teiknar þetta upp, þetta svo stutt, 100 ár verða svo fljóta að líða og að við hugsaum þetta ykkar barnabörn að þau verða að líða eftir 150 ár. Og miðað við sko áætlanirnar í loftslagsmálum og hvernig ef staðan verður óbreytt, þá verður staðan ansi slæm eftir 150 ár. Við getum bara alla ímyndað okkur, ef óbreytt ástand helst. Þannig að þetta svona fær maður til þess að tengja, já, ok, það sem ég að gera í dag mun hafa áhrif eftir 100-150 ár. Og það sem gott líka að tengja svo við sjálfbæra þróun og hoppa þetta eitthvað til. Ja. Að þetta sko byggt á 3 meginstoðum og Hulda með flottur inngangur hér að tala þetta ekki bara sumir tala sjálfbærni og hugsa alltaf bara þetta náttúru umhverfismál, það þarf að flokka rusl og það þarf að fara að skipta út af bílaflotanum og verða rafbílar. Það ekki í rauninni grunn. Til þess að geta verið sjálfbær þá þarf að vinna jafnt á þessum 3 stoðum. Þannig að þú ert með samfélag, hagkerfi og náttúra. Þetta þrennt þarf að vinna saman. Það þarf að vera harmóni þetta á milli. Og þess vegna eins og nefndi, jafnréttismálin stór þáttur og það ekki bara að tala jafnrétti kynjanna, það er jafnrétti milli þjóðfélagshópa, jafnrétti milli hvernig kynhneigð fólk hefur og þess að það. Þannig að allt þetta spila saman og þar með komum við inn á heimsmarkmið og heimsmarkmið 17 en það kannski sem flestir vita það í dag, en það sem kannski ekki allir vita að það eru 169 undirmarkmið. Þannig að undir hverju einu heimsmarkmiði röð af svona meira, targeterum markmiðum og þau snúast búið til betri heim, ekki bara hreinna umhverfi. Og það sem að ég held að vera stóri munun og ég nefndi á hann í innganginn með þegar IMF var að bera þetta saman við fyrri svona markmið hjá Sameinuðu þjóðunum að við heimsmarkmiðin það geta allir tengt sig við þetta. Við sáum að golfhreyfingin í Danmörku búin að tengja sig við heimsmarkmið. Við sjáum stærstu fyrirtæki heims búin að tengja sig við heimsmarkmið. Þjóðríki eru vel flest ef ekki öll tengd við heimsmarkmið. Einstaklingar, við sem einstaklingar getum tengt upp. Þannig að það sem svona svo fallegt við heimsmarkmiðin og nytsamlegt að þetta tala til allra. Það alltaf eitthvað inni sem þú getur tengt við. En það ekki bara heimsmarkmið og þetta það sem að við höfum sem við höfum verið í fyrirtækjabusinessinu eða rekstrinum hort til að það líka að fara skilgreina sjálfbærni frammistöðu dýpra út frá svokölluðum UFS viðmiðum eða viðmiðum umhverfi, félagslega þætti og stjórnarþætti. Og ensku þeir talað þetta sem ESG, sem hvað það. Og þetta ákveðið svona dashboard, þannig að sérðu bara blueprint, hvað þarf ég að gera í mínu rekstri til þess að vita stöðuna mína út frá sjálfbærni. Og þarna þessi 10 þættir út frá umhverfi, 10 þættir út frá félagslegu þáttum, 10 indikator út frá stjórnarþáttum. Og undir þessu svo betri skýringar og ég setti þarna inn mynd af UFS leiðbeiningum sem Nasdaq, Kauphöllin og fleiri gerðu í fyrra. Sem þetta mjög aðgengilegt, búið að þýða þetta mjög auðskiljanlegt, en þarna til dæmis kemur inn á máli svo bara með barn- og nauðungarvinna, mannréttindi. Þú ert með losun gróðurhúsalofttegunda og svo ertu með
siðareglur og siðferði gegn spilling. Og við svona Íslendingar höldum oft svona, já, þetta á nú ekki við hér, þetta er meira bara annars staðar en ég held að svona, flestur sammála það að það hafa komið upp máli í fjölmiðlum undanfarin, segja 18 mánuði eða 2 ár jafnvel, það sem að íslensk fyrirtæki hafa verið berskjöldu gagnvart svona atriði og gert mistök og við þurfum að læra því sem bara held ég sem samfélag og líka sem atvinnulíf að þetta á við að við erum öll tengd í dag, globalization, íslensk fyrirtæki að vinna erlendis en líka, við höfum líka séð íslensk fyrirtæki á Íslandi sem eru bara íslensku rekstri hafa brennt sig illa á að fylgja ekki svona stöðlum. En aðeins hvað þýðir og hvernig geri ég þetta? Ég er með minn rekstur og já, það hljómar allt fallegt en ég er svona, veit ekki hvað ég á að byrja. Og við reynum að einfalda þetta, þannig að þegar við erum að tala um okkar viðskiptavinni, að fyrst þetta náttúrulega bara að byrja að skilja, hvar er ég í dag? Er ég bara ennþá að setja allt ruslið mitt í svartan ruslapóka og erum við bara einhver 8 kalla sem sitjum hérna og keyrum á landkrúsurum út allan bæ, og bara erum ekkert að spá í þessu. Eða er ég fyrirtæki sem búið að taka svona einhver skref og svona komin á ákveðinn stað, búin að mæla kolefnissporið mitt, farin að ræða þetta við birgjana mína eða viðskiptavini mínir farnir að tala um mig. Þannig að greina stöðuna, bara vita hvernig er ég, hvernig er markaðurinn, hvað er viðskiptavinur að gera, eitthvað regluverk og oftar en ekki byrju á fræðslu, bara tala um eins og ég að gera við ykkur í dag, útskýra, hugtök, hvað þýðir þetta og það er fullkomlega eðlilegt að vera ekki með öll þessi jargon hérna á puttunum sko. Þannig að byrjum þar. Svo þegar þú komið með skilning og þú skilur hvað þú ert og veist stöðuna þína, þá getur það setjast niður og fara að segja, ok, við þurfum að marka okkur stefnu. Landslagið er að breytast, loftslagsmálin er fyrirferðarmikil og við þurfum að vera on top of jafnréttismálin og við viljum koma veg fyrir spillingu sem dæmi. Þannig að þú setur í gang einhverja vinnu við stefnu, kannski vastu með stefnu, þá þarf þetta endurnýja hana, setja í gang eitthvað verklag og þá þarf sem hluta því þetta skilgreina lykil árangursmælikvarða. Hvað er relevant fyrir mig og hvað er ekki relevant og sem dæmi þegar við vorum í bankanum, vorum að byrja þessa vegferð, þá komu svona sérfræðingar utan og voru að spyrja svona, so what's your ESG profile, what are you doing, eitthvað svona. Og maður eitthvað svona, já, við erum að flokka rusl og minnka pappír og eitthvað svona og þeir náttúrulega eru hálf kindarlegir sko, því að það er náttúrulega ekki kjarnarekstur Íslandsbanka að flokka rusl eða minnka losum prentun og pappír. Mjög jákvætt að gera það, en það er ekki það sem er stóra máli fyrir Íslandsbanka. Íslandsbanka er með lánasafn, með 1000 milljarða í lánabók. Hvernig nærðu að breyta því til að verða sjálfbært eða fjárfesting? Þá ertu farin að tala að hafa einhver áhrif. Þannig að það þarf allir að skoða þetta í sínum rekstri. Hvað er það sem er minn kjarnarekstur? Og þá er svo gott að hafa þetta heildræna, vera að horfa á umhverfisþætti, félagsþætti og stjórnarþætti. Og það getur verið misjafnt, kallum við þetta ensku materiality, hvað fyrir hverja atvinnugrein er mikilvægast. Svo þarftu að segja frá hvað það gera. Ef þú ert með fjárfesta, ef þú ert með viðskiptavini, kannski með FME sem tekur starfseminina, þú þarft að búa til skýrslu og þú ert að segja frá hvað þú ert að gera. Og þarna hef ég stundum séð fyrirtæki, þau sérstaklega kannski þeir sem hafa verið skráð á markað, því þetta er skilyrði það, að þau hringja kannski bara, við þurfum að gera skýrslu, hérna getur reddað okkur. Og það er svona, myndi ég segja, svona gamli skólinn hvernig þetta var gert og við viljum sjá það breytast. Ég vil helst ekki gera skýrslu fyrir eitt fyrirtæki. Ég vil hjálpa fyrirtækinu að fara í gegnum stig 1, 2, 3 og svo getur fyrirtæki sjálf gert skýrsluna og við getum aðstoða, við ráðlagt. En helst viljum við að fyrirtækin sjálf gerir skýrsluna, þannig myndast þekkingina innan fyrirtækis. Og svo er þetta sem ástæðan kannski fyrir að endurskoðunarfyrirtækin eru farin
eins og A og KPMG og Deloitte svona farin að setja sig inn í þessi mál meira að út að verða mjög rík krafa, sérstaklega í Evrópusambandinu, að stærri fyrirtæki láti staðfesta sjálfbærni upplýsingarna sína. Bara eins og þú ert með endurskoðun sem kemur inn og árlega og fer yfir ársreikningi, tekur út uppgjörið þitt og hann bara skrifar upp á það eða ekki, að núna þess að þetta eru kvaðirnar í Evrópusambandinu orðað þannig að innan 1 eða 2 ára þá verður þetta skilyrði hjá stærstu fyrirtæki. Þannig að ef að þú ert ekki með sjálfbærni uppgjör og endurskoðandinn fyrir það, hann getur neitað að skrifa upp á. Og það getur þá haft afleiðingar á fjárhagsuppgjöri. Ef endurskoðandinn neitar að skrifa upp á sjálfbærni uppgjöri, þá getur það litið mjög illa út fyrir því á markaði. Og svo kannski svona bara aðeins svona, ég held ég komið inn á þetta, en þetta eru býsna góðar ástæður af hverju þú átt að gera þetta sem fyrirtæki og stofnun. Og ég er búinn að nefna framtíðina, bara fyrir okkur sem manneskjur, líka starfsfólk. Við sjáum að mikið af starfsfólk, svona sérstaklega yngra fólki, farið að núna þegar það að leita sér að framtíða vinnustað, að þetta eitthvað sem þau spyrja út í. Hvað það að gera út á jafnréttismálum? Eru þið reikna kolefnisspori? Þannig að þau eru farin að horfa til þess, eru fyrirtækin bara að reyna að græða eða eru þau líka að svona haga sér, alltaf sér að vera hreyfiafl í jákvætt afl í samfélagi. Og svo náttúrulega bara á markaðum, í viðskiptatækifæri. Við sáum það vel að fyrirtæki sem hafa tekið þennan sjálfbærni flagg og bara keyrt á þetta í sínu vöruframboði og þjónustu, hefur gengið ríkalega vel. Og ég held að við vitum alveg hvaða fyrirtæki eru sterk þarna en þau eins og í smásölugeiranum einn ónefndur eins og keðjan þar hefur gert mikið út af þetta og bara gengið rosalega vel hjá. Þannig að það er hægt að græða á þessu. Þetta er góður business, gagnvart kúnnunum. Og svo þau eitthvað sem eru í fjármálum, þetta náttúrulega skiptir gríðarlegu máli áhætta. Þú vinnur í banka, þá sérðu bara hvað áhættustýringin er mikilvæg, hún er svo stór og þung í rekstrinum. Og þar einmitt, svo þegar ég var í bankanum, sá maður hvernig áhættustýringin alveg bara greip þetta því við fórum að vinna út frá sjálfbærni, því að þarna allt í einu fáið betri tól til að skilja. Ísland ætlar að hætta að leyfa að selja bíla sem ganga að vera jarðefnaeldsneyti, dísel og bensínbíla eftir 2030. Við vitum þetta. Það er 9 ár. En ef við skoðum bílalánasafnið okkar, þá er 95% af bílalánasafnið okkar til bíla sem eru með bensín og dísel. Þetta er gríðarlega áhætta. Þannig að sem dæmi þarna ertu komið með banka sem að þarf að fara að skoða eftir 8,5 ár, þá mun verðið á þessum bílum líklega lækka. Þannig við þurfum að fara að hugsa núna okkar composition út frá bílalánasafnið. Þannig að þarna ertu komið með svona áhættuvinkil. Og sem er líka áhugavert í bankakerfinu, og þetta er eitthvað sem við gerðum í Íslandsbanka, við gáum út græn skuldabréf. Og það sem var svo ánægjulegt við það var að við markaðurinn, fjárfestarnir, voru tilbúnir að lækka ávöxtunarkröfuna sína. Þau rukku okkur ekki jafn mikið, út af því að við vorum að segja, við erum að taka peningunum ykkar og við erum búin að skilgreina inn í okkar lánasafni, búin að búa til ferla og nota alþjóðlega viðurkennda staðla, við skilgreina sjálfbær verkefni. Og bæði það sem við eigum í pókáðninu en líka það sem við ætlum að sækja á markað. Við vitum hvernig verkefni og þarna er þetta með eins og rafbíla, þú ert með umhverfisvænar virkjanir, vottaða vörur, vottaða sjávarútvegur, alls konar vörur sem tengjast svona þessi sjálfbærni ESG-umhverfi. Þannig að það eru velum í boði. Og svo er náttúrulega það sem við sjáum núna sérstaklega utanfrá og við vitum náttúrulega að Ísland er alltaf aðeins út af EES, aðeins eftir á innleiðingu á Evróputilskipunum og svoleiðis, en Evrópusambandið hefur í fararbroddi í heiminum í að setja reglur og viðmið fyrir sjálfbærni og nú eru þau að skrúa alveg að herða skrúun og við sjáum bara regluverkið er bara, þetta er svona,
ég stundum kalla þetta svona ákveðin svona thunderstorm sem á leiðinni og við Íslendingar erum í vari út af EES en þetta mun brest á. Þetta kemur eftir fyrr en við höldum og þá verðum við sem samfélag og fyrirtæki og atvinnulíf að vera undirbúin fyrir það. Því annars getum við ekki selt vörurnar okkar inn á EES og það myndi hafa mikil áhrif. En vörum aðeins í hérna og bara svona, mitt við sjáum þetta sterkt úti og það sem ég vildi nefna hér að nú Evrópusambandið búin að vera á þessari vegferð með European Green Deal og maður var einmitt svona bara mjög ánægður með það en maður hafði alltaf áhyggjur af að meðan að fyrri Bandaríkjaforseti var við stjórn, hvað myndi það þýða fyrir Bandaríkin? En svo hefur ný forseti komið inn núna og þetta gríðarleg stefnubreyting og hafandi búið í Bandaríkjunum þá veit ég að það mikið keppniskap þar að þau mun ekki láta eftir sitt liggja þannig að plönin þeirra eru stór en þau eru líka Bandaríkjamenn fræg fyrir það þegar þau setja eitthvað fyrir eitthvað markmið þá eru þau mjög duglega að fylgja þeim eftir þannig að ég vænti þess að sjá gríðarleg áhrif frá Biden forseta og hans svona stefnumálum í þessu þannig að og þetta punkturinn, á Íslandi er þetta dæmi, sko, að ég nefndi þarna með bílana en við skoðum þarna hægra mynd, á Íslandi hefur sett sér aðgerðaáætlun í loftslagsmálum og hún Sigríður sem með okkur í vinnuhóp, hún í umhverfisráðuneytinu og það gríðarlega gott starf sem hún þar, þannig að það er búið að mappa upp hvað þurfum við að gera til þess að ná okkar loftslagsmarkmiðum en núna svona vænti ég þess að nú fara þessar aðgerðir að koma meira og meira inn. Við þurfum að sjá þetta í einkageiranum og því að það er eitt af markmið að stjórnvöld fyrir þessi markmið en til þess að það gangi upp þá þarf einkageirinn að taka þátt og það verður mjög spennandi og svo eins og ég nefndi Evrópusambandið, neytendur og fleira en þessi maður þarna sem ég sjá er Mark Carney, þetta er fyrrverandi seðlabankastjóri Englands og núna er hún sérlegur ráðgjafi Sameinuðu þjóðanna og hann hefur verið mjög svona opinskáð með það. Hann segir að fyrirtæki sem er ekki farin að undirbúa sig fyrir loftslagsbreytingar, þau verði gjaldþrota innan 5 ára. Og hann talar bara umbúðalaust þetta. Þannig að, og kannski inn í lokin, bara svona aðeins að nefna þetta er brekka framundan og við vitum það í þessum málum. Hvort sem við erum að tala global, að halda hitastig í jarðar, bara 1,5 gráðu eða mestalagi 2 frá innbyltingu. En það er rosalegur hraði og við sjáum bara núna aðalega eins og Bill Gates, kannski ef einhver lesið bókina hans, það er gott yfirlit yfir hvernig þetta mögulega geti gerst, en það sem hann er að lýsa þar er náttúrulega bara næsta bara bylting, sko. Þetta þarf svo rosalega mikið að gerast til þess að við náum að snúa viðmál og þess vegna þurfa öll fyrirtæki og stofnanir að setja sjálfbærni í forgang og þau vilja lifa og það kannski vilja nefna ég var að lesa svo skemmtilega golfbók eftir hann Bob Rotella og þetta er sem ég var að lesa, hann er svona íþróttasálfræðingur og bókin hans heitir Golf is not a game of perfect og fyrir mér var þetta ákveðin game changer að hann setur inn sko að bestu kylfingar heims þeir gera ráð fyrir að þeir gera minnst 5-6 mistök og hring, þeir bara vita að það er bara eðlilegt að gera 5-6, þannig að þegar þeir klúðra, þá þetta er ekkert mál, ég er bara búið með 1 mistök, það koma fleiri. En þegar við áhuga fólkið erum að spila og sláum út fyrir hvíta hæla, þá er það alveg trylltur, sko. Og þá, hvað gerist? Maður fer aftur, slæðir aftur út fyrir hvíta hælana. Og áður maður veit að maður komið X á hólma. En sama er að segja þessu með sjálfbærni, þetta er langklöpp, þetta er engin fullkomin, sum íslensk fyrirtæki hafa staðið sér vel en samt gert fullt af mistökum en það var aldrei áfram, því það var hugrekki til þess að taka næstu skref og vera berskjölduð, vera opið, við vitum ekki öll svörin og ég held að þetta starf sem er núna að fara í gang á vegum GSI, ég held að þetta sé algjörlega til fyrirmyndar að stórt félag eins og GSI með 30.000 iðkendur að það áhrifin sem þið getið haft með þessu, við hugsið 30.000 iðkendur og hvað þetta fólk á fjölskyldur,
að þetta getur allt smitast út af þessu og það það sem ég hef svona aðeins verið að reyna, ég vil að sjá meira á Íslandi, okkur vantar aðeins að fá svona félagasamtök inn í heimsmarkmið og skóla sem dæmi. Þannig ég held að þetta verði bara gríðarlega spennandi og ég verður að tala allt og lengi Hulda en byrst afsökunar á því en bara hlakka til að taka spurningar og dramatík. Frábært. Takk Gunnar Sveinn og gott að fá svona praktísku hliðina einmitt á þetta. Eru einhverjar spurningar áður en við gefum boltan yfir á Bjarna Hannesar sem að ég vissum að býður góða nótt, býður grasinu góða nótt með við svona útkomuna þetta sumarið. Ertu þarna Bjarni? Ég veit þú ert að reyna að hanga inn á réttasta netpunktinum. Já, ég yfir til þín í lóðbeinni bara. Flott mál ekki bara henda þessi lotti hérna. Ég vona að þetta hangi inni hérna neti hjá mér. Sjáu þetta hjá mér hérna. Já, allt komið. Já, það er ég nefnilega hérna hangandi á símanum mínum einhvern veginn, allt einhver netmál í voli hjá okkur. En það kemur fyrir á bestu bæinn, við reynum að láta þetta ganga. En hérna, ég byrja því að þakka kærlega fyrir Hulda að skipuleggja þetta 30. apríl fyrir vallastjórann. Það er svona svolítið eins og tala við verslunareigandann og biðja hann að láta fyrirlest 23. desember. Bjarni, það segir bara alltaf mikilvægi þessara málefna. Já, sko, ég hefði örugglega sagt nei við alla aðra, en mér finnst þetta bara brilljant, algjörlega brilljant það sem þú ert að koma af stað. Og ég ætla aðeins að koma inn á af hverju hérna á eftir. Og þú baðst mig að tala þetta að vinna með heimsmarkmið. Ég náttúrulega tæknilega ég hef ekki unnið beint með heimsmarkmiðin, en ég hef hins vegar verið að vinna með markmiðum sem eru ansi tengd þessu, sem tengist inn í G og O sem við kemum inn á núna eftir. Þannig að ég ætla aðeins að segja af hverju mér finnst þetta mjög spennandi sem þú ert að vinna. En fyrir þá sem þekkja mig ekki, ég heiti Bjarni Þór Hannesson, ég með mastersgráðu í grasvallatæknifræði eða íþróttavalla yfirborðstæknifræði sem 33 stafir og flottasti titill landsins, en hann passar ekki í símaskrána nema þú borgir ekstra mikið fyrir það. Ég búinn að vera vinna í geiranum, ég byrjaði að vinna á golfvellinum á Akranesi árið 1995, það eru 20 eitthvað ár, 25-6 ár síðan og hef nú farið víða, ég var 9 ára á Akranesi, fór síðan að vinna fór síðan að flakka svolítið heiminn, klára námið mitt, bæði bjó í St. Andrews, hef vunnið á völlunum þar og líka Kings Barnes og ég hef vunnið fór síðan til Bretlands og vann á meðal annars Sunningdale vellinum sem er með 2 golfvelli í topp 100 í heiminum. Geggjað svæði, var ég sagt. Ég vann líka í Bandaríkjunum á Neshariq Country Club sem kannski fæstir kannast við, en hann er með mót alltaf á Champions Tournum og en svo hef ég líka unnið á nokkru völlum hérna heima, ekki bara Akranesinu fagra, þar sem lognið alla daga, heldur líka í Grindavík í logninu þar. Var þar í 3 ár og tók síðan vellinum í Keili í Hafnarfirði og núna á Seltjarnarnesinu. Þannig að þetta er eiginlega eina sem ég hef unnið við fyrir utan 2 mánuði sem ég setti túbusjónvarp í BT. Það er svona, þannig að golfi, ég er bara fæddur og uppalinn á golfvöllunum og hef aldrei gert nokkuð annað að vinna á golfvöllum í grunninn. Það sem ég er ekki með mjög flott glæru sjó, þið verður að afsaka það skrifast á dagsetninguna í dag og verkefnin sem eru í gangi hjá mér, en það sem ég ætla að tala er aðeins að þegar stjórnarmenn koma og veljast inn í, þetta á ekki bara golfklúbba, þetta er bara íþróttahreyfinguna, þá vissulega, og er bara fullkomlega eðlilegt, það er ekki hægt að hafa þessi, að stjórnarmenn sem koma inn í þessa hreyfingu, þeir er ekki endilega eitthvað með einhvern brjálaðan bakgrunn innan golfhreyfingarinnar eða þess að og eðlilega ekki, og þurfa þess ekki. Þetta er ekki eins og að setjast í stjórn hjá lífeyrissjóði eða eitthvað þess að það sem eru ákveðnar menntun og kröfur. Og oft kemur fólk inn í stjórnir og kannski áttar sig ekki endilega á hvernig svona day to day hlutirnir eru og hvernig ákvarðanatökum sem þeir taka, hvernig það hafa áhrif á miklu svona meiri langtíma hluti, bara eins og hvernig fólk velst inn í geirann hjá okkur og inn í golfhreyfinguna, og það er eðlilegt að fólk sé kannski ekki alveg meðvitað það. Þannig að
við þekkjum þetta rosalega vel, ég meina hversu margir hafa farið í stjórn og ætla að gera það sitt fyrsta verkefni að loka bönkunum á 50, því hann lendir alltaf í honum, eða skiljið hvað það tala um. Það þú veist, fólk fer oft inn með sjónarhorn kylfingsins, eðlilega, sem líka nauðsynlegt, ekki misskilja mig, ég ekki að gagnrýna þetta, ég bara segja, þetta bara eðlilegt, eðli fólks. Að við sjáum þá oft þróun uppbygging þegar það ekki einhver verkfæri fyrir stjórnina til að taka ákvarðanir, að þá geta þær stundum verið svolítið einhliða, svolítið svona, við tökum sem dæmi, ef við förum bara upp í Grafarholt sem dæmi, við sjáum æfingasvæði þar sem risastórt flott mannvirki með glæsi, ef við getið fylgst með boltanum í símónum og fengið allar upplýsingar, það alveg geggjað, að hliðin á básum vélaskemma sem með einu klósetti fyrir 20 eitthvað starfsmenn og kaffistofan, starfsmenn geta ekki komið saman í kaffistofunni, hún er lítil. Og þetta svona ágætis dæmi ok, hvar oft fókusinn og sumir hlutir kannski gleymast í bakgrunnum. En það eðlilegt að mörgu leyti því að við höfum ekki haft rosalega mikið af verkfærum endilega þegar menn fara inn í stjórnir til þess að taka ákvörðunum hvernig við ætlum að byggja upp. Til þess að þá klúbbar sem hafa gripið til alls konar vottana og vottanir geta virkilega opnað huga stjórnarmanna og bara þeirra sem koma nálægt klúbbum að þegar þú fer að fara og lesa því í gegnum hvað ætlast til og að þá allt í einu opnast alls konar víti sem fólk hefur mögulega ekkert verið að pæla í. En samt gríðarlega mikilvægar og geta haft rosalega mikla langtíma áhrif á hvernig þróunin ekki bara innan klúbbsins heldur bara líka innan hreyfingarinnar í heildina. Til að mynda þegar ég var á Sunningdale-vellinum. Sunningdale náttúrulega þannig svæði ef þeir vilja fá sérstaklega greenkeepera með, þannig að það ekkert mál fyrir þá að ráða inn nánast hvert sem af því að Sunningdale mjög hátt skrifað bara í golfheiminum. En samt sem áður að þá hafa þeir metnað til þess að bara ráða til sín allra besta fólki til þess að af hverju það hagkvæmast til lengri tíma litið og þeir fá mjög rosalega mikið út úr því að hafa fólk í fremstu röð hjá sér og þar af leiðandi voru þeir að vinna með vottum sem var kölluð investment in people og voru mjög stoltir af því það bara tekið út hvernig þeir að bæði samninga við fólk og hvernig þeir að hjálpa að byggja fólk upp, menntunarlega séð, endurmenntunarlega séð og þess að það heilsufar og fleira sem við tekið þar inn í. Og þannig að þegar þeir auglýsa til dæmis störf lausa sér þá var alltaf tekið fram að þeir væru með þessa vottun. Og það tekið fram að þeir eru með aktíft fjárfestingaprógramm inn í tækjakostnað og þess til þess að laða til sín flott fólk. Önnur vottun sem við þekkjum vel við þekkjum aðeins á Íslandi, ég þekki hún eitthvað ágætlega, og það GEO-vottunin sem Golf Environment Organization sem ég vonast á að flestir eitthvað hafi heyrt einhvern tíðan tala þetta þó kannski sé ekki mörg inn í því, en þetta umhverfisvottun sem þetta non-profit company, GEO, sem vottar golfvelli, þetta allan heim, umhverfisvottar þá. Og það vill til að ég hef unnið á 2 klubbum á Íslandi sem með þessa vottun. Það á Keili og á Nesinu, á Seltjarnarnesinu, það eru með þessa vottanir. Það eru fleiri vellir konur með þetta, Oddfellow með þetta og síðan Húsafell með þessa vottun. Enda byggðu þau hótelið þar, allt vottað í alveg fram og tilbaka og golfvöllurinn þurfti að vera það líka. En það sem við höfum verið að sjá rosalega mikið með umhverfisvottuninni að eins og upp í Keili að fólk fór að hugsa svolítið öðruvísi hlutina. Fór allt í að við þurfum að opna hausinn fyrir fullt af pælingu sem hefum lítið pælt í. En þetta hefur haft gríðarlega jákvæð áhrif fyrir golfklúbbinn, alveg rosalega jákvæð áhrif. Ég held að stjórnarmenn á sínum tíma hafi kannski ekki alveg fattað mögulega hversu góð áhrif þetta hefur. Og bara sem dæmi að eitt af því sem við eigum að gera samkvæmt þessu umhverfisvottunum að kynna okkur allar upplýsingar til dæmis fornleifar og fornminjar á svæðinu. Og þegar ég var þarna, ég heyri í fornleifastofnun, ég heyri í byggðasafninu í Hafnarfirði, byrja að mynda samtal við hópa fólki sem kannski var ekkert aktíft að vinna í því að vera einhverju samskiptum við
fornleifafræðinga. Við erum síðan í nýframkvæmdum, við hófum alltaf í þá og þau samþykkja alla framkvæmdir og allt mokstur sem við förum í fyrirfram og allt í einu erum við byrjað að byggja mjög jákvætt og gott traust okkar á milli sem síðan auðveldar okkur rosalega mikið allar framkvæmdir sem við höfum farið í. Þeir líka sjá að við erum að taka þetta, ég er hættið þetta fyrir 4 árum, en ég var að ná þessum tíma, að það bindist þetta rosalega mikið og öflugt traust á milli. Við sjáum líka hvernig það smitast síðan inn í bæjarfélagið og bæjarpólitíkina þegar þeir sjá að við erum próaktíft að vinna í því að vera umhverfisvænni, við erum og þetta er ekkert eitthvað grín, við höfum gert þarna fullt af hlutum, bara eins og rafmagnskostnaðir, flokkunarmál og alls konar hluti sem voru skoðaðir og bæjarfélagið það voru pólitíkar sem voru vinstri grænum að skrifa lofræður í bæjarblöðunum það sem að golfklúbburinn hefur verið að gera, sem er náttúrulega alveg frábært og þetta hjálpar þá golfklúbburinn þegar hann er að reyna að fjármagna sig í framkvæmdum og þess að það er miklu auðveldara að nálgast sveitarfélagið þegar þeir vita að þú ert að vinna svona próaktíft áfram. Og af því þú ert með þetta verkfæri þá höfum við hugsað alls konar hluti sem að kannski fólk pældi ekkert í áður. Meðal annars til dæmis að tryggja það að við varum ekki að menga út frá okkur frá vélaskemmum og tryggja það að við vorum ekki með olíuskiljur, auðvitað þurfum við að vera með olíuskilju og koma henni niður. Þetta var eitthvað sem fór beint í gegnum stjórn, ekkert vandamál að sjálfsögðu gerum við þetta eftir að umhverfisvottun kemur. Hversu margir hafa farið í stjórn golfklúbbs á Íslandi með það markmið að koma fyrir olíuskilju? Enginn, því hann var ekkert að pæla í þessu. Það er enginn að pæla í þessu þegar hann mætir í stjórn golfklúbbs. En leið þú fer að vinna með einhverja vottun þá fer það áttaði á hvað hlutum sem skipta virkilega miklu máli. Og hvernig getum við þá séð, af hverju finnst mér heimsmarkmiðin vera brilljant? Ef að klúbbar fara og vinna eftir GO-stefnunni og fá GO-vottunina sína, þá eru þeir í grunninn að vinna mjög mörgum heimsmarkmiðum hvort þið er. Og það er fullt af heimsmarkmiðum sem við getum tikka við, en ef við fyrir að vinna með þeim þá fáum við miklu dýpri pælingar og dýpri hugsun inn í hvernig við ætlum að hafa reksturinn og klúbbnum á okkur. Bara sem dæmi, við sjáum hérna jafnrétti kynjanna, ég veit að Hulda var að koma aðeins inn á þetta hérna áðan og ég veit að margir kannski stjórnarmenn þess að hugsa jafnrétti kynjanna, hvernig getum við tryggt aðgengi kvenna meira golfi og þess að það. Það er ekki bara þetta. Tökum sem dæmi, ef við förum aftur yfir til í Grafarholtið hjá GR og munið ég tala um að það veri 1 klósett þar fyrir 20 og eitthvað starfsmenn. Ég get nánast tryggt það að kvenfólk hefur engan áhuga á að vinna við þannig aðstæður. Þó að við strákarnir stundum eigum til að sætta okkur við verstu klósettaðstu sem heimurinn hefur upp á að bjóða. Ég er ekki að segja það sé á Grafarholti, alls ekki, ég er bara að segja að við sætum okkur við ýmislegt. En kvenfólk almennt sættir sig ekki við þetta. Starfsstéttin mín sem dæmi er ótrúlega karllæg og fáránlega af því að það er ekkert sem að, ég meina ég sjálfur er 1,70 hæð og léttari heldur en bara flest allir aðrir, engin massa kökull. Það þarf ekki kjöt til þess að vinna á golfvelli, langt í frá og við viljum sjá miklu fyrir konur koma inn í þetta en meðan aðstæður eru afskaplega dabrar þá er eðlilegt að viljingin fara inn í þetta, inn í þennan geira og eins og komið fram á hérna áðar á yngri kynslóðinni byrja að hugsa hlutina allt öðruvísi og er ekki kannski að láta bjóða sér hluti sem fyrri kynslóði kannski létu sér bjóða. Þannig að hugsunarhátturinn er líka ef við ætlum að vera sustainable sem hreyfing, golfhreyfing og vera með golfvelli og eins og við höfum verið að tala um upp á síðkastið og okkur vantar fleiri golfvelli, þá vantar okkur fleiri starfsmenn með sérþekkingu og það er rosaleg nýsþekking að mennta sig alveg út í horn og læra allt um gras. Þetta er ekki eitthvað sem nýtist í mörgum öðrum geirum að vita munin á Pythium blight og Microdocium niviale-sýkingu, það er bara einn geiri þar sem þetta virkar. Og ef þú ætlar að mennta það út í horn þarna, hvernig ætlum við að lokka yngri kynslóðan inn í þetta? Og þetta er stór vandamál fyrir okkur núna, það er rosalega lítil endurnýjun í geiranum mínum sem dæmi, rosalega lítil. Það er engin kona sem hefur séð ástæðu til þess að mennta sig þessu frá Íslandi, hingað til. Það er rosalega mikið brottfall út af því að við komum aftur inn á heilsu
markmiðin eins og heilsa og vellíðan sem dæmi sem veitir heimsmarkmiðunum að það rosa erfitt að vera fjölskyldumaður og starfa í þessum gera, lýjandi fyrir líkamann að vinna í þessum aðstæðum. Þannig að þetta einhvers sem stjórnir þurfa að hugsa fram í tíman. Við sjáum 12. markmið ábyrg neysla og framleiðsla. Við þurfum að hugsa rosalega vel hvernig við höldum golfvelli. Flestir geta viðhaldið grænu grasi þokkalegu en fatta kannski ekki endilega hvaða neikvæð áhrif þeir eru að hafa á umhverfi hjá sér með röngum aðferðum í áburðarfræði og þess háttar. Ef ég kem bara ég ætla að fara inn á til dæmis eins og vatn, líf í vatni. Það mjög auðvelt að búa til grænan golfvöll en þú getur á sama tíma verið að skaða lífríki í vatni þó þú sért ekki eins og með vatn inn á golfvöllinu með þér. Og við sjáum, það auðvitað að gera það því að með of mikil áburðargjöfum eða þú fylgist ekki nákvæmlega með hvað að gerast þar, það getur verið útskólun á nítrötum og fosfor útskólun út í vatn sem er kannski ekki á þínu landaregni heldur neðar í landinu, þar sem þú getur verið stórskaða lífríki í vötnum og Grafarholt gott dæmi, menn það er hvað heitir þetta? Fiskframleiðsla, hvað heitir stólu úr mér, þarna rétt fyrir neðan hérna, það sem að vera í kurv verið að rækta fiskeldiðar og ef það er haldið rangt á spöðunum þá geta þær valdið mengunum hangað inn. Þannig að við þurfum að hugsa þetta svolítið í víðu samhengi og það sem þess að ég svo ánægð með þessi heimsmarkið við sem að koma þessari verkfæri inn til stjórna af því að þetta ef stjórnir fara að kynna sér þessa hluti þá held ég að þeir hugsi miklu dýpra og heildstæðara hvernig þeir eru að taka ákvarðanir innan hreyfingarinnar og innan síns klúbbs sem mun hafa síðan jákvæð áhrif til lengri tíma og þannig séum við getum notað þessi heimsmarkmið til þess að bæta okkur sem hreyfingu og gera okkur meira bara sustainable inn í framtíðina bara að öllu leyti. Þannig að þetta var svona helsta sem ég ætlaði að koma inn á. Ef að þú ert... Takk Bjarni, kærlega og mér fannst mjög gott ég kom inn á Síki-fundin hjá okkur daginn, samtök íþrótta og golfvallarstarfsmanna. Þeir héldu góða samkomu daginn og þar fannst mér mjög áberandi hvað margir úr ykkar röðum verða fegnir og eru þakkláttir og hlakka til samtalsins og stjórnirnar að bara mun mögulega skapast nýtt samtal og mér dettur í hug líka, ég meina að hugsa bara ef við erum íþróttahreyfing, þú veist, af hverju ekki verið að tryggja þá aðgengi bara mjög markvisst fyrir alla, hvort sem það eru fatlaðir eða konur úti á velli í 4-5 tíma, þú veist, ég meina farið bara út í runna og allt þetta og eða öryggismálin við erum settar fyrir framan kallana sem að bomba fyrir aftan okkur og mögulegin öryggisnett og annað eins, þú veist, það er að fara svo vítt með þetta, bara vera meðvitaðri. Einhverjar spurningar, það er voðalega, Bjarni, bættu við því sem þú ætlar að segja fyrir ekki að greip fram í að brotna fyrir spurningar? Akkurat þessi punktur sem þú ætti að koma inn á með öryggi og alls konar í hönnunum, að það er svo mikilvægt að við séum að vinna með fagaðilum sem að hugsa hlutina svolítið djúpt til lengri tíma eins og þegar kemur á hönnunarmálum. Akkurat þetta, slysahættur og þess að þetta sé allt tekið inn í myndina þegar það er verið að taka ákvarðanir golfvelli, af því að þú veist, heilsa og allt þetta, það er eitt af því öryggi innan golfvalla og þannig að í gamla daga þegar menn stukku til og færum bara þetta, setjum böngarinn þarna, gerum þetta og einhverja stjórnir að pæli að hann einhverja golfvelli þá gleymist stundum ef stjórnin hins vegar að hugsa í heimsmarkmiðunum og hugsa líf, heilsa, við erum allt í áttöku, við erum að búa til vandamál, fáum það fagaðilana inn til þess að hjálpa okkur til þess að við náum að gera þetta rétt frá upphafi og það er alltaf ódýrara að gera hlutina rétt einu sinni heldur en að gera það 1000 sinnum. Þannig að Ég ætla að nota þá aðstöðuna mína til að verða allt í einu útvarpsmanneskja og þá leið að hugsa út frá menningu eins og við erum að gera hjá Marel og spyrja þig, þú nefndir þarna með fjölskylduna, fjölskyldutíman og vinnutíman. Segðu okkur örlítið hvað þú hugsar þar, ég meina er eitthvað hægt að breyta þig? Það er sumir sem hafa ekki hugsað út í það, er hægt að breyta því? Gagnvart allar starfsfólki til dæmis? Hugsun bara sem dæmi að þegar þú ert inn á golfvelli, ef stjórnin hugsa bara ég ætla að fá einn starfsmann til þess að sinna einn með þekkingu sem kemur inn á golfvellin og við ætlum ekki að ráða neitt annan
með þekkingu, skilurðu, að ef þú ert einn með alla þekkingunni í hausnum á þér, þá kemst ekki til frí yfir sögumánuðina. Það er ekki hægt. Það þarf ykkur að geta verið til staðar en annars sem getur tekið tæknilega ákvörðun, skilurðu, þetta gerist, þá gerum við þetta og gerum þetta og þetta, fattarðu. Þannig að þú getur átt möguleikann á því að mögulega komast í burtu kannski, hvað maður að segja, þú veist, í 5-10 daga, einhvers staðar, án þess að þú sért fastur í að svara símanum, sko, 50-60 sinnum yfir daginn. Því að eiga fjölskyldu, sérstaklega á Íslandi hérna, þar sem allt stílað hérna, ég á 3 börn, þetta rosalegt púsl að komast bara í gegnum sumarið fjölskyldulega séð. Þannig að þú ert ekki bara með álag, sko, hérna, þú veist, að sinna vellinum og öllu því sem því tengist, þú ert líka með það að skipuleggja að koma heim til ömmu og afa, að koma heim á þessi námskeið, fara fram og tilbaka og það frekar erfitt. Þannig að, þú veist, lausnin í þessu ok, getum við haft fleiri en 1 eða 2 sem að hafa tæknilega þekkingu í staðinn fyrir eins og við höfum oft verið að gera, bara fylla alltaf af ungum starfsmönnum frá sveitarfélagunum, sem svo sem allt í lagi, en það rosalega mikil vinna þá fyrir eina mannesku að sinna því, skiljið hvað við. Þannig að þá og þetta einmitt brottfallið sem að í geiranum hjá okkur, það rosalega mikið. Það rosalega oft sem menn fara ungir, þú byrjar að vinna á golfvelli, kannski ungur, finnst þetta gaman, ákveður að fara að læra, en og svo byrjar að vinna og svo eignastu fjölskyldu, þá allt í einu fattar að þetta vonlaust. Og þá að menn fara að gera eitthvað annað, læra að vera rafvirki, pípari eða fara bara, þú veist, bókari eða hvað sem það mjög margir og brottfallið búið að vera gríðarlegt hjá okkur á síðustu árum. Og þetta alvarleg staða og þetta ég segja, sko, stjórnir klúbba þurfa að hugsa þetta til lengri tíma. Virkilega, hvernig ætlum við að reyna að halda í þessa þekkingu? Þetta rosalega nýs þekking. Og svo annar punktur, eins og ég segja, sko, aðstöðuleysi sem svo mikið inn í geiranum, það svo fáir sem að gera góða hluti þegar kemur að aðbúnaði fyrir starfsmenn, sérstaklega vallamegin. Þú veist, ég veit alveg dæmi þess að nokkur að þú ert með mjög efnilega aðalega sem að langar að fara að læra þetta en bara foreldrarnir talaði af þessu að því að af hverju þau sjá hvernig aðbúnaður þetta bara, þú veist ekki, af hverju það fara að læra þetta. Þú veist, og sjá ekki þetta sem eitthvað aðlaðandi starf. Þannig að Þannig til að viðhalda þekkingunni og draga fólk að og halda þessu gangandi, það þarf að gera og þetta líka ekki bara fyrir fólki, það ekki bara að hafa betri kaffistofu, betri kaffifélag, þetta tengist líka inn á bara vélaskiptiprógram og alls konar, þú veist, ég vinnu á velli þar sem að vélaskiptiprógram basically gerir ráð fyrir þú verður að skipta út vélum á 23 ára fresti að setið ykkur bara í eitthvað eigin spor ef þið myndir skipta út tölvun eitthvað, ég segi það ekki kannski 23 ára fresti, en þú verður að vinna fyrirtæki sem verður með markmið að skipta tölvubúnaðinu sínum út á 12 ára fresti. Hvernig ertu á ári 10, sko, 12, það rosalega frústrerandi að vinna við þannig aðstæður og það rosalega auðvelt að missa metnaðinn, skilurðu, og hvaða nokkun áhrif hefur það síðan á og kemur lífríki. Ef þú kemur með aðila sem kannski þekki ekki eins og vel til í geiranum, og sem ég verið að nefna aðan, það auðvelt sem fólk gerir, það grípir í áburðarpókuna, hendir út á áburð og grasið verður grænt, rosa gaman, spennandi, en kannski að eyðileggja vatnalífríki kringu sig neðar sem pælir ekki í. Það allt í einu fosfórútskólin sem að valda gróðri í vatni sem að drepa sjávar, örverurnar og lífverurnar í vatninu, skilur. Þannig að þú veist. Já. Nei, bara mjög góð punktur og bara takk kærlega Bjarni og ég veit að þú talar þessu máli mjög sterkt innan Sigi sem skiptir ekki síðu máli og ég meina Edvin Róald náttúrulega þar og margir, þetta eru náttúrulega bara okkar helstu sérfræðingar í þeim málefnum sem snúa kannski að sjálfbærni og umhverfisverndinni. Og það var Húsafell, Nesið, Keilir og Oddur sem hafa fengið ESG-vottunina. Já, hvet alla til þess að fara að huga að þessu hérna heima. Og mér langar líka að nefna það bara áður en ég gef boltan yfir á Evu að, þú veist, að því maður spurði svolítið vottunina, þú veist, það bara vinna sem hefur verið gerð, hún mjög góð grunnur og það bara partur af heildarvegferð, þannig að þú veist, þetta bara næri yfir enn fleiri þætti. Já, ég myndi segja sko heimsmarkmiðin svolítið svona regliðan fyrir ofan, geovottun bara svona passar vel undir þessa reglið, svarar ekki öllu sem heimsmarkmiðin gera en mjög stóran hluta að því, þannig að Nákvæmlega. En við ætlum að hleypa þér út á gras á nýjan leik. En bara afsakaðu tímasetninguna, en við erum ofsalega þakkláttir fyrir að hafa komið inn og vera með okkur í fyrstu skrifunum í þessu samtali. Það bara, þú mátt stíka af ef þú vilt, þér verður alveg fyrirgefið ef þú ert ekki til svara hérna eftir, ég veit að maður mikið það er.
En að þessu sögðu þá langar mig að gefa boltan yfir á Evu Magnúsdóttur sem hefur verið svona sá ráðgjafi á Íslandi sem hefur verið svona fyrst í því að vera að vinna þetta markviss með sveitarfélögum og fyrirtækjum og eins og Gunnar Sveinn var að segja þá bara það verða krafan að aukast skulum við segja. Eva, yfir til þín. Já, kærar þakki fyrir það. Gaman að fá að vera með ykkur og takk kærlega fyrir það. Mér langar bara að byrjaði kannski að óska ykkur svolítið til hamingju með að vera byrjuð og farin í þessa vegferð. Þetta á eftir að verða mjög, mjög áhugavert og skemmtilegt samtal. En ég sem sagt, nú ætlum ég að segja að ég sé Mosfellingur og golfari, að því ég var að byrja í golfi, get ekkert en í kennslu. Þannig að ég hlakka bara mjög til að spila velli í sumar. En þetta svona lífslaupi í stuttu máli. Sjálfbærnin hefur eiginlega fylgt mér trúlega bara frá fæðingu, hugsa ég, því ég verið með alltaf mikið náttúrubarn og verið mikið út í náttúrunni og svona þykir vænt íslenska náttúru. Og ég var þarna, ég svona 7 ára manneskja, var 7 ári í fréttamennsku og dagskrárgerð og síðan fór ég yfir í almannatengsl, svo var forstöðumaður samskipta í mörg ár hjá Símanu. Og síðan forstöðumaður sölu og þjónustu hjá Mílu, það í framkvæmdastjórn og nú eru 7 ár síðan raunverulega ég fór að vinna sér ráðgjafi, þannig að það verður spennandi að fylgjast með hvað gerist svo. En aðeins að málefni dagsins. Það er næsta markmið þá. Já, það ekki. Það er allavega ágætt markmið. En aðeins að málanna, á ég að bjarga heiminum? Já, ég myndi segja það. Vandamáli eru auðvitað loftslagsmálin og loftslagsváin krísan sem við erum öll í og þar erum við með flóð og við erum með elda og við erum með jökla sem að bráðna og hér mynd af forsætisráðherra að kveðja fyrsta jökulinn okkar Íslendinga sem að Okið eins og þið kannist við og Gunnar myndist líka á. En það sem að mig langar að segja ykkur líka að 2 árum áður en Okið var kvatt að þá gekk ég einmitt á Okið. Það að segja jökulinn Okið sem verð þá bara pínlítill skafl. Þannig að ég raunverulega sá þetta gerast. En saman ætlum við að búa til betri heim, líka golfhreyfingin. Og það skiptir gríðarlega miklu máli að íþróttafélög eins og golfhreyfingin sé með í þessu verkefni okkar. Heimsmarkmiðin fela í sér auðvitað einstakt tækifæri til að eyða sárafátækt og koma jörðinni á veg sjálfbærni. Og nú hafa ríkisstjórnir í öllum heiminum þegar skrifa undir þetta samkomulag sem eru heimsmarkmiðin sem við erum að fara að fjalla og erum búin að vera að fjalla hérna í dag. Og það komin tími aðgerða, það komin tími til þess að hefast handa og golfhreyfingin auðvitað mjög mikilvægt hreyfiafl í þessu. Hulda sýndi ykkur örlítið frá vinnu dönsku golfhreyfingarinnar að þar sem þeir eru að vinna með heimsmarkmiðin í sínu umhverfi og golfið á Íslandi 30.000 iðkendur, það frekar stór áhrifavalda hópur þannig ef við fáum marga með okkur að þá getur þetta orðið bara ansi gott og skemmtilegt verkefni. En það auðvitað fjölmargt sem hægt að vinna á golfvöllum og ég veit örugglega ekki helminginn af því. En það auðvitað hægt að vinna þar í losun, það hægt að setja upp hleðslustöðvar fyrir rafbíla, rækta gróður eins og minnst var á áðan, það hægt að fara í aðgerðir gegn matarsóun, endurvinnslu og flokkun og svo það kannski eiturefnin sem væntanlega stóra málið í rekstri golfvalla. Og það hægt að vera með vottaðar hreinlætisvörur þar sem eru klósett. En allir saman nú, við þurfum að takast á við þetta saman. Og það þetta jafnvægi milli þessara 3 stoða sjálfbæra þróunar sem við þurfum að hafa alltaf í huga. Þetta ekki eingöngu umhverfismálin. Heimsmarkmiðin þau hanga saman og eitt markmið lifir ekki sjálfstæðu lífi. Til þess að búa til jafn tækifæri þá þurfum við að vinna í anda og eftir markmiðum þessara 7 markmiða og síðan hvað var það umhverfi og loftslag að þá þau markmið svona frekar þekkt og örugglega mjög mikið að þeim mun tengjast starfsemi golfvalla.
En það auðvitað mikilvægt að ríkin horfi ekki bara til meðaltala við mælingar. Íslensk stjórnvöld þau hafa forgangsraðað 65 af þessum 169 markmiðum, undirmarkmiðum. Og það svona það sem að maður hefur verið aðeins að miða við, svona í þessari stefnumótunarvinnu sem ég hef allavega tekið þátt í. En ég ætla svona aðeins að sýna ykkur inn í hvernig Íslendingar að standa sig. Við höfum mikið sjálfstraust og teljum það að við séum alltaf að standa okkur gríðarlega vel. En ég ansi hrædd að við værum ekki hrifin af því ef að handboltalandsliðið okkar væri 27. sæti eða fótboltalandsliðið okkar væri þar. Eða fimleikarnir. Við viljum auðvitað alltaf stefna á toppinn og við hljótum að vilja gera það hérna líka. Og þið sjáið á skífinni hérna til hægri hvar við erum að standa okkur vel og hvar illa. Og kannski örlítið betur á þessari glæru, þar sem að við erum í heimsmarkmiðum 13 og 15, að það eru gríðarlega miklar áskoranir eftir. Og eins má segja í heimsmarkmiði 12 sem að snýr svolítið að neyslinu okkar og snýr svolítið að ruslinu okkar. Við þurfum að standa okkur betur í ruslinu því að það felast í því með mikil verðmæti fyrir hringrásarhagkerfið. En þarna í ruslinu, það að segja heimsmarkmiði 12, þar eigum við einfaldlega ekki nógu góðar upplýsingar. Og það er eitt af því sem við þurfum auðvitað að bæta. En Hagstofan, hún heldur utan mælingar Íslands, þannig að við séum að sjá nákvæmlega og mjög nákvæmlega hátt verið að halda saman þessum markmiðum. En það þýðir raunverulega að fyrirtæki og stofnanir ásamt þá ríkinu og einstaklingunum ætli sér að vinna saman og ganga í takt. Af því það ef við hugsum okkur til dæmis tango þar sem að dansararnir dansa í sikkur áttina, þá það ekkert sérstaklega fallegur dans. Þannig að við getum þetta saman. Og ég vil endilega benda ykkur á ef ykkur langar til þess að sjá og skoða verkefni sem hafa verið unnin á sviði heimsmarkmiðanna, að þá er sem sagt síða sem heitir heimsmarkmiðin.is og þar að finna allt undirmarkmiðin og þar að finna ýmsar skýrslur frá stjórnvöldum og þar líka að finna ýmis verkefni frá fyrirtækjum og sveitarfélögum þar sem að þau sýna hvað þau hafa gert. En það auðvitað til mjög mörg tól og tæki til þess að vinna þetta og að vinna almennt í sjálfbærni. Gunnar sýndi ykkur svolítið frá því hvernig fyrirtæki á markaði vinna. Ég ætla svona kannski aðeins að tala hvernig við getum innleitt heimsmarkmiðin á einn ákveðin hátt. Það skiptir máli auðvitað að skilja heimsmarkmiðin eins og við erum að vinna með þau hér. Við erum svona að reyna að dýpka skilningin og á vinnustofu 2 þá ætlum við að vinna meira með þau. Og við ætlum að vinna með undirmarkmiðin í vinnuhópum sem að því þá við ætlum að heimfæra þau þá ofan á okkar starfsemi og ætlum svo að forgangsraða þeim heimsmarkmiðin sem við teljum að golfhreyfingin geti haft mest áhrif á. En síðan þarf við auðvitað þegar búið að setja markmiðin þá þarf að innleiða heimsmarkmiðin. Þannig að þau séu partur af stefnunni og séu samþætt allri starfsemi, það séu mælanleg markmið og að allir gangi í takt. Þetta verður einhvers konar heildræn nálgun hjá hreyfingunni í heild, þar sem að allir þá skuldbinda sig til að vinna skipulega innleiðingunni út frá hverjum einum golfklúbbi, þá geta hver einn golfklúbbur útfært eftir því sem efni aðstæður og áhugi gefið tilefni til. En við ætlum svona að reyna að búa til ramma og hugmyndavinna. En það sem ég langar örlítið að því mér langar svolítið að opna hugan hjá okkur hér í dag. Við erum örlítið búin að fara yfir það út af hvað heimsmarkmiði ganga. Við munum gera það mjög nákvæmar á næstu vinnustofu. En mér langar bara svona að sýna ykkur örlítið svona þau verkefni sem að hafa verið unnin á sviði sveitafélaga og þá á sviði fyrirtækja líka. Að hér til dæmis stefnuáherslur frá Skaftárhreppi sem hérna lengst til vinstri niður í horninu, að það ákvað það sveitafélag að fara í stefnumótun með heimsmarkmiðin að leiðarljósi áður en þið fóru í aðalskipulagsgerðina. Þannig að þau væri ekki búin að loka sig inn í aðalskipulagsgerðinni og gætu þar leiðandi ekki verið að vinna jafn mikið og vel að svona þeim umhverfismarkmiðum sem þau vildu setja sér.
og hér lengra til vinstri er stefna Flóahrepps sem lítill hreppur í Flóanum og þar setti þau sér framtíðarsýn hvernig þau vildu sjá sveitarfélagið eftir svona, einhver staðar á milli 3 til 5 ára og til þess að ná þessari framtíðarsýn að þá setja þau sér þau markmið að vinna að þessum 4 flokkum að þau vildu framsækja atvinnulíf, öflugt heilsueflandi samfélag og virkt íbúalýðræði og sjálfbært samfélag. Og þetta auðvitað breytir öllu að vera búin að marka sér þessa stefnu og hafa gildin sína leiðarljósi og fyrir hvern og einn flokk að þá það að vinna eftir ákveði mörgum markmiðum. Að þetta gert á ekki ósvipaðan hátt eins og ríkisstjórnin að gera þetta, að skipta þessu í flokka. Og viðmiðið auðvitað alltaf það hvernig Ísland ætlar að vinna að sínum markmiðum. Af því það sem við erum að gera hér, að það að við erum auðvitað að hjálpa Íslandi að ná öllum sínum heimsmarkmiðum. Kópavogur eitt af þeim sveitarfélögum sem komið töluvert langt og þau hafa gert samkomulag með ýmsum fyrirtækjum líka. Þau eru að taka fyrirtækin svolítið með sér í þetta verkefni og auðvitað íbúana, skólana og fleira. Og því við að bæta í verkefni Flóahrepps að nú er hafin vinna við að móta stefnu með heimsmarkmið að leiðarljósi fyrir menntastefnuna eða skólastefnuna. Þannig að síður þá mun þetta drilla niður í allar stefnur sveitarfélagsins. Núna eru fyrirtæki svona frekar farin að setja sér heildstæðar sjálfbærni stefnur þar sem þau taka fleiri þætti, voru áður hugsanlega bara með umhverfisstefnur, en nú þau farin að taka heildstæðar sjálfbærni stefnur og sum eins og til dæmis Origo gera þetta eftir ÖFS eða ESG mælikvarðanum sem Gunnar sýndi ykkur áðan, að þá verið að fjalla stjórnarhættina, umhverfið og félagslegu þættina. Og inn í þetta síðan tvinnað bæði gildum fyrirtækisins og síðan þá valin heimsmarkmið til þess að vinna eftir fyrir hvern og einn flokk. Eva, getur þú gefið aðeins dæmi hérna bara örsnögt að því ég veit að stuttu tíma eftir, en bara einhver dæmi að því ég veit að svona gildisvinna ekkert í gangi allstaðar, þú veist þannig að fólk tengi kannski ekki alveg sem dæmi hvað gerðist hjá Origo eða þú veist hvað myndi að dýfka fyrir einn starfsmann að hafa unnið þetta hjá Origo, þetta eitthvað hug eða ég að koma þér í slæmaðstöðu? Nei. Menn voru auðvitað búnir að vinna töluvert til dæmis bara í jafnréttismálunum. Að við gátum dýfkað okkur svo mikið í jafnréttismálunum, auðvitað var jafnréttisstefna og allt það, en eigi að síður þá verkefni upplýsingatækni fyrirtækja að reyna auðvitað fjölga konum. Þannig að með því að vinna að heimsmarkmiðinu þá gátum menn kannski svona dýfka sig örlítið í því hvernig þeir settu markmið það að ná konum inn til fyrirtækisins og í kjölfæri þá setta stað verkefni því tengt. Þegar þú ert með fyrirtæki sem kannski bara með 22-23% konur, að þá velta menn því svolítið fyrir sér hvar eru allar þessar útskrifuðu konur. Ekkert ósvipað og ég þekki úr fjarskiptageiranum þar sem að var stórt verkefni á sínu tíma þegar ég var þar, það var að fjölga konum, bæði konum í stjórnendastöðum og konum svona víða fyrirtækin eiginlega. Flott. En svo langar mér líka að halda áfram og nefna aðeins, það hafa nú flestir verslað einhvern tímann í Krónunni og mjög margir hafa tekið eftir miklum sjálfbærni áherslum þar. Og það má segja að Krónan var búin að vinna að sínu markmiðum löngu áður en þeir fóru að gera skýrslu. Þannig að í fyrra var ákveðið að gera skýrslu þar sem að tekjum voru fram öll þau markmið og verkefni sem að Krónan hafði unnið af sviði sjálfbærni og síðan fara að tvinna það saman við heimsmarkmiðin og taka þá inn tengsl við forgangsmarkmið stjórnarráðsins og tengsl við stefnu Krónunnar sem snýr að lýðheilsu, umhverfi og upplýstu vali og síðan var þetta allt saman sett í skýrsluna og tengingin var líka gerð við mælikvarða Nasdaq sem eru ESG eða ÖFS mælikvarðarnir. Þannig að við erum svona að vinna með þetta heildstætt og heimfæra þetta svolítið yfir á heimsmarkmiðin
og þetta eru þau markmið sem að Krónan hefur valið sér að vinna að áfram og auðvitað gera þá skýrslur á hverju einasta ári sem að sýnir það hver framförin hefur verið. Og það má kannski nefna það að fyrirtæki í eigu sama félags, það er að segja Festi, tók öll sín félög svona að það var farið í að gera skýrslu og setja markmið út frá og hvert og eitt félag valdi sér heimsmarkmið til þess að vinna eftir. Þetta er svona dæmi vinnu hjá fyrirtækjum að eitt var þá stefnumótunin sem ég nefndi áðan með Origo og síðan það hvernig sveitarfélögin að vinna og síðan auðvitað alltaf þessi upplýsingagjöf því hún skiptir svo miklu máli. Það skiptir svo miklu máli að geta miðla því hvað þú ert að gera. Og það er eitt af því mikilvæga líka vegna þess að ef þú ert búin að segja frá því þá þarftu líka auðvitað frekar að standa við það og ef þú mælir á hverju einasta ári að þá gerir skýrslu á hverju einasta ári og það má nefna það kannski sérstaklega, ég er búin að gera mjög margar skýrslur fyrir fyrirtæki, að þau fyrirtæki sem að hafa gert auðvitað bestu skýrslurnar og bestu vinnuna, það eru þau sem eru með stór teymi innanborðs sem eru að vinna í málaflokknum allt árið en kom ekki bara svona kortir í aðalfund og biðja ráðgjafana að redda þessu. Þannig að þau sem eru með stórt teymi að vinna í sjálfbærnimálunum, það eru þau sem eru virkilega að gera þetta vel. Og Krónan er einmitt dæmi slíkt fyrirtæki og unnu til veluna fyrir samfélagsskýrslu ársins, en það var auðvitað ekki bara fyrir skýrsluna, það var auðvitað fyrir vinnuna, við mögum ekki gleyma því. Öll þessi vinna sem lá í því sem þau voru búin að vinna og gera sjálf. Ég hlægi Eva því að það er að klárast hérna fundur hjá okkur og mér langar svolítið að stoppa á tíma líka því ég veit að við munum hafa aðgengi áfram að þér og þú í raun og veru leiðir okkur yfir í næstu vinnustofu. Þannig að var þetta síðasta glæran hjá þér? Ekki alveg. Mér langar örlítið að ræða leiðtogann. Þú er 1 mínútu. Já, ég hef 1 mínútu. En til þess að gera svona breytingar þá þurfum við leiðtoga. Og sá sem að hafði hugrekki til þess að segja upphátt að keisarinn og ævintýri H.C. Andersen sé nakinn, að það er auðvitað leiðtogi. Og leiðtogi er sá sem að innleiði nýsköpun og breytingar og leita tækifæri breyttri heimsmynd. Öll þið sem að voru hér í dag, þið verðið að fara að hugsa ykkur sem leiðtoga til þess að breyta. Og hér svona myndir af ýmsum sem ég lít á sem sjálfbærni leiðtoga. Við erum auðvitað Andra Snæ, við erum með Huldu þarna neðst, hún að sjálfsögðu leiðtogi því hún að fá okkur í þessa vinnu. Við erum með núverandi forsetan okkar sem að hleypur og plokkar, en svo erum við líka með hann Atla litla Svavarsson sem byrjaði að plokka þegar litli strákurinn hérna efst uppi. Að honum fannst bara rusl og drasl allstaðar og nú haldinn alltaf plokkun á dagurinn, en þetta litli strákurinn sem byrjaði, hann leiðtogi. Svo erum við með Árna Finnsson hérna niðri og hann er búinn að tala fyrir náttúruna í yfir 30 ár og David Attenborough sem að ég dýrka nú meir en allt annað. Hann þarna verður sennilega 94 ára þessu ári og allan þennan tíma hann búinn að vekja athygli okkar á náttúrunni. Vigdís okkar, við fórum að rækta skóga. Svo hún Malala sem hefur verið auðvitað hundelt og svo hún efst uppi hérna hún Hrund Gunnsteins sem að leiða gríðarlega mikilvæga starfsemi sem Festa og allt þetta fólk leiðtogar en þau koma héðan og þaðan og eftir þess að vinna okkur á vinnustofuna þá langar mig til þess að biðja ykkur fyrir eitt og það að hugsa ykkur sem leiðtoga á sviði sjálfbærni. Frábær lokaorð og mikil hvatning líka því að ástæðan fyrir ég hlói mitt áðan var það að það eru sumir sem bíða svo bara eftir að fá skýrslunni í hendurnar á meðan að þeir sem að voru hér í dag við erum þau raunverulega sem að kannski þurfum líka að vera breytingin innanfrá og draga fleiri að þessu samtali. Við vorum ekki með fulltrúa alveg allra klúbba í dag og það ekkert endilega skilyrði heldur það bara þeir sem eru að taka þátt núna þeir græða á því og við verðum breytingin innanfrá. Eva, við búum til brú yfir í næstu vinnustofu og þá dýfkum við hvert og eitt markmið og fólk verður svona skilja kannski í kringu hvað við getum gert í kringu hvert og eitt markmið. Sú vinnustofa 12. maí, allir áfram velkomnir og endilega hvetji fleiri í kringum ykkur til að koma inn í það því að þá forgangsröðum við og vinnum í haginn fyrir golfþing. Og þannig að bara innilega þakkir fyrir. Eitthvað loka spurning á línunni? Ég sá ekkert í gáttinni.
En að því sögðu þá bara þakka ykkur fyrir að koma og taka þátt og Haukur Örn, kannski bara loka orðið yfir til þín og við þökkum ykkur fyrir hönd golfsambandsins að hafa tekið þátt og við erum öll í þessu saman. Takk sömuleiðis. Já, takk fyrir þetta Hulda og þið hinn sem héldu erindi, þetta var mjög fróðlegt og skemmtilegt að hlýða á og eins og ég nefndi í upphafi að það er náttúrulega undir okkur komið núna að taka næstu skref og það verður gaman að setjast aftur yfir þetta 12. maí, eflaust öll margs fróðari þá. Þannig að við getum byrjað svona þessa vinnu til þess að toga út úr öllum þessum umræðum, hvernig gagnast þetta golfhreyfingunni, hvað getum við gert til þess að koma okkur á framfæri og leiða þessa vinnu innan íþróttahreyfingarinnar og ég veit að það hvílir mikið á golfklúbbunum þessi spurning hvernig getum við nýtt okkur þessa vinnu í samstarfi og samtali við sveitafélögin okkar. Ég held að það sé alveg risastór punktur sem við þurfum að ræða næst. En þangað til, bara kærar þakkir öll fyrir að hafa gefið ykkur tíma að vera með okkur og sérstakar þakkir auðvitað til fyrirlesarana og ég hlakka til að sjá okkur öll 12. maí. Þannig að bara haldið áfram að sveifla þangað til. Nákvæmlega, góða skemmtun. Takk fyrir. Takk fyrir. Takk. Takk, bless.